Þín mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sport-þátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og klukkan orðin 9:30 og það er mánudagurinn 7. október núna og núna er ég áfram í íþróttunum og nú ætla ég að kynna mér æfingakerfi sem er í boði hérna á Íslandi. Það er Metapolik og Hildur Grímsdóttir, hún er einn af þeim sem byrjuð með svona Metapolik hérna á Selfossi. Komdu sæl og blessuð. Já, hæ. Hvernig hefur það? Bara gott. Það er gott að heyra. Herðu, ég er að spá í þetta Metapolik sem er hérna í boði hérna á Selfossi núna. Hvaða æfingakerfi er þetta eiginlega? Herðu, þetta er æfingakerfi sem að hann Helgi Jónas, hann er þekktur mitt í körfuboltanum. Já. Hann bjóð þetta til, hann með þetta æfingakerfi sem að er í rauninni, þetta eru hóptímar og þetta eru tímar sem að er tekið á styrkur, kraftur, þol og snerpa og er svona stuttar lotur. Í grunninn er þetta stöðvaþjálfun þar sem að er svona cirka 20 mínútna átök með svona stuttum hvíldum inn á milli og áherslan er á fitubrennslu. Já. Þetta veldur því að líkaminn er að brenna lengi á eftir æfingunni. Eftir æfingin er búin. Þannig að fólk er að vinna á tíma, þannig að það geta allir verið með. Fólk stýrir svolítið álaginu sjálft. Já. Og hvað, er fólk að brenna mikið fljótt í þessu eða? Já, fólk er að ná árangri í þessu. Þetta er rosalega almennt. Það er að missa fitu, það er fitutap og það er að auka styrk og það er að bæta kraft og snerpu. Þannig að það er mjög margt sem að blandast inn í þetta. En hvernig, nú þið byrjuð með þetta á Selfossi, er búið að vera góð mæting í þetta? Já, rosalega góð viðtökur. Já. Rosa skemmtilegur hópur sem að er mætir bara 4 sinnum í vikun annast og en það er alltaf hægt að bæta í hópinn. Já. Við erum með nóg pláss þannig í íþróttahúsinu og það er alltaf hægt að byrja. Já. Þetta er ekkert svona, þetta er ekki sett upp sem eitthvað ákveðið marga vikur, heldur er þetta bara rúllum í bara allan vetur og alltaf hægt að byrja. Og þetta er alltaf á morgnana hjá okkur, er það ekki korter yfir 6? Jú, mikið rétt. Við erum frá korter yfir 6 til 7. Já. Og eins og ég segi, þetta er svona stuttur tími og stutt svona og góð átök. Já. Og við við í rauninni leggjum áherslu yfirleitt á eitthvað eitt í hverjum tíma. Eins og í dag vorum við með svona brennslutíma og kannski á morgun verðum við með kraft eða þol eða styrk. Þannig að við tökum svona yfirleitt eitthvað eitt fyrir í hverjum tíma. Þannig að það er rosa mikið fjölbreytni. Já. Og fyrir áhugasama, þá eru þið með heimasíðu það ekki, eða svona til að kynna sér þetta? Já, það er metabolicselfossi.is. Og við erum líka á Facebook, þannig að það er alveg mjög auðvelt að nálgast upplýsingar eða bara hafa samband við okkur Ástu. Er þetta ekki rosa gott fyrir fólk að byrja daginn svona? Bara korter yfir 6 á morgnana og er þetta ekki eitthvað fínt til þess að taka inn í daginn? Þetta er frábær byrjun á deginum. Já. Það er bara, það er mikið rétt. En kannski erfitt að byrja fyrst, eða? Já, það veigra sér margir við að mæta svona snemma, morguns. En ef maður fyrir örlítið fyrir að sofa, þá er þetta ekkert mál, sko. Já. Það kemst mjög fljótt upp í vana. Þannig að ef þú ert að missa ykkur sjónvarpsbráð, getur þú horft á bara tímaflakkinu eftir æfingu? Klálega, aldrei verið auðveldra að horfa á endursýnt efni, þannig að... Þetta er náttúrulega frábært fyrir, börnin manns, ef þau vakna seinna og getur maður bara að byrja frá klukkan 7. Algjörlega. Já. Þannig að ég skora á fólk að koma og prófa allavega, það er alltaf velkomið og
tökum vel á móti öllum, konum og köllum. Er þetta bara fyrir þá sem vilja brenna eða er þetta líka fínt fyrir þá kannski sem vilja bara styrkja sig og Já. koma ferskir inn í daginn? Já, þetta bara nákvæmlega þannig. Fólk bara með mismunandi markmið þarna og við erum með sem sagt áherslan svo að allir geta verið með og við erum með mismunandi erfiðleikastig í æfingum. Segjum sem svo að við ætlum að taka fyrir arfbeygju. Þá getur sá sem er byrjandi, hann getur gert þær á hnjánum og sá sem er í mjög góðu formi og lengra komin, hann getur gert erfiðari útfærslu af venjulega arfbeygju. Við erum með alls konar útfærslur af því og það gerum við allar æfingar. Ef einhver eina æfing hentar ekki einhverjum einstakling þá bara breytum henni. Já, þannig að þið fylgjast með því? Pössum mjög vel upp á það, já. Hildur, Gríms þakka kærlega fyrir og hvetjum alla til þess að kíkja á heimasíðuna hjá ykkur metabolic.selfossi.is og svo er þetta náttúrulega út allt land fyrir þá sem búi ekki á Suðurlandinu. Það er alveg á Akranesi, Álftanes, Árbæ, Blönduósi, Grindavík, Hafnarfirði, Höfn, Kópavogi, Reykjanesbæ, Sauðárkróki, Selfoss og Vestmannaeyjar. Já. Þannig að það þeir sem eru skráðir í Metabolic á Selfossi, þeim er opið að mæta í Metabolic þar sem það er á landinu þegar það fer í ferðalagið. Nú, jæja, þannig að það er engin ásökun? Það er engin ásökun til að taka frí frá hreyfingunni. Nei. Þannig að þetta er að gera fyrir alla, já, sama í hvernig standið er þetta líka fínt kannski fyrir, já, afreksíþróttafólk sem auka æfingu? Já. Það er nú bara þannig að Helgi hefur verið að taka hann hefur verið að fá til sín afreksíþróttafólk sem að hefur verið að taka Metabolic sem svona auka æfingar. Já. Og það er svona mismunandi stig sem hann er með, hefur verið hanna sem er ekki komið á Selfoss ennþá. Þetta er fín auka æfing fyrir íþróttafólk, algjörlega. Það þarf bara að samstilla vel sportið og þessar æfingar svo að það verður ekki ofþjálfun. Nei. Líst mjög vel á þetta. Takk kærlega fyrir, Hildur. Takk, sömuleiðis. Já, farið ekki langt. Við ætlum að fara núna í körfuboltaumræðinu og svo náttúrulega handboltinn hérna eftir smá stund, þannig að farið ekki langt. So I signed on to the record company. They said they're gonna give me lots of money if I play what they want you to hear.